ég ætla að fara eins yfir hvernig maður notar split screen í Windows til að geta farið yfir til dæmis verkefni með skjólstæðing. Ef við byrjum á því að fara inn í tíman, að þá yrði skjólstæðingurinn hér. Og segjum sem svo að ég er hérna til dæmis með úr hugræðni atferðlis meðferð, spurningar. Og ég vil að nemendur sjái verkefnið og ég vil samt líka sjá nemendan á meðan við erum að fara yfir verkefnið. Og þá fyrir við hérna í tíman og ef þið farið hérna niður í vinstra hornið og smellið á deila skjá hér og þá kemur upp, þá getur maður valið hvað maður deilir miklu í rauninni og ég mæli mig bara að velja þann part sem að hún vill að skjólstæðingurinn sjái, þannig ég vil að hann sjá hérna þennan spurningalista hér og við ítum share að þá ætti skjólstæðingurinn að sjá þetta hér. En núna vil ég líka sjá verkefnið og í Windows þá var það gert þannig að þú fer hérna upp og smellir hér og heldur niðri og dregur síðan alveg út í horn. Þá kemur svona skuggi hér leið að maður er komin alveg út í hornið. Sleppir og þá getur maður valið hérna hvað á að vera hinum megin. Og ég ætla að hafa hérna spurningalistan hér og núna get ég farið yfir verkefnið og skjólstæðingurinn sér þegar ég er að færa mig og skoða verkefnið. Þetta getur verið rosa gott ef maður vil fylgjast með báðum í einu.